Kynferðisofbeldi getur haft slæm áhrif á heilsu brotaþola. Innan háskólans nú skoðað hvort heilsa mæðra sem urðu fyrir kynferðisofbeldi á unglings- eða fullorðinsaldri sé lakar á meðgöngu en mæðra sem ekki urðu fyrir slíku ofbeldi. Fyrstu niðurstöðurnar gefa til kynna að ofbeldi það getur haft langvarandi afleiðingar og þá ekki einungis á móðurina heldur einnig börn hennar í framtíðinni. En það virðist þó vera sem eru nú jákvæðar fréttir að áhrifin virðast fjara út eftir því sem lengra líður á milli ofbeldisins og fæðingarinnar. Þá virðist vera að áhrif ofbeldisins fjari út. Við vitum að ofbeldi hefur áhrif á lífsgæði. Við vitum að konur sem eru beittar grófu ofbeldi til margra ára að sjálfsmynd og sjálfstraust þeirra minna, atvinnuþátttaka oft minni. Það mennta sig kannski að detta frekar úr skóla, þær mennta sig síður. Þannig að lífsgæðin í heild eru lakari. Og ef við getum með markvissum hætti gripið inn í og aðstoða konur við að komast út úr því að vera í ofbeldishlutverkinu, þá skiptir það mjög miklu máli. Afleiðingar ofbeldis eru miklar fyrir andlega og líkamlega heilsu kvenna og kynferðisofbeldi getur jafnvel haft áhrif á ófædd börn þeirra. Erla Kolbrún segir mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk greini vanda af þessum toga og aðstoði þolendur við að vinna sig frá erfiðri lífsreynslu. Við þurfum að geta greint þetta og þess vegna skiptir það máli að geta farið inn í raun og veru þá vinnu að koma með viðeigandi fyrstu viðbrögð, greina ofbeldi og bjóða upp á meðferð og úrræði sem henta hverju konu fyrir sig.